Í þessu myndbandi ætla ég að kynna fyrir ykkur handritsforritið Celltext. Þetta er mjög sniðugt forrit sem er frítt á vefnum og ég fer í celltx.com og þá birtist þessi skjámynd. Celltext er forrit sem að notað er bæði af fagfólki og af nemendum og börnum og hverjum sem er. Þetta er eiginlega orðið það forrit sem mest er notað í dag og það er alveg frábært að hafa aðgang á svona forriti án þess að þurfa að borga fyrir það. Það er mjög sniðugt að því leyti að það er hægt að búa til reikning eða account og það gerir það verkum að maður getur alltaf skráð sig inn og það skiptir ekki máli í hvað tölvu maður getur alltaf nálgast efni sitt hvar sem er. Og þetta er líka mjög gott að því leyti að það geta 2 eða 3 eða 4 verið að vinna í sama handritinu á mismunandi stað. Og það er alltaf verið að vinna hér í Reykjavík og einhver annar á Akureyri og það er alltaf hægt að komast inn á handritið, vinna í því og viðkomandi, eða sá aðili sem ekki er á því svæði getur séð allt sem hefur gerst. Sem sagt, þetta er forrit sem hægt er að nota af mörgum aðilum á mismunandi stað. Hér er sem sagt forsíðan og þið sjáum hérna Protus Blogs og alls konar og sign in, það er að maður býr til reikning og síðan er hér get Celltext, þetta er til þess að hlaða forritið niður. Þetta er ekkert stórt forrit og hérna mjög einfalt að hlaða þið niður. Þegar ég er búin að hlaða niður forritinu þá ætla ég að fara og sækja það og hér er Celltext, kemur hérna upp og þá fæ ég svona glugga og þið sjáum hérna er project templates, film, audio, visual, theater, leikhús, útvarpsleikrit, söguborð og síðan teiknimyndasaga eða bók. Og hérna eru sample projects, þetta er sem sagt, hér getum við lesið handrit sem nú þegar hafa verið gerð og ef ég til dæmis opna hérna Wonderful Wizard of Oz eða Galdrakarlinn í Oz þá fæ ég upp svona glugga. Og þið sjáuð í library að ég er með verkefni sem heitir Galdrakarlinn í Oz og síðan hérna fyrir neðan kemur master katalóg og master katalóg er í rauninni þegar búið er að ákveða hverjir er að leika hvernig það er búið að ráða leikara og Beth Ober sem að leikur Dorothy að hér er þetta er svona handrits þetta er framleiðslu skrá og við kannski þurfum ekki að hafa rosalega miklar áhyggjur af því þegar við erum að gera svona nemendaverkefni en síðan kemur hérna karakter katalóg og þá sjáum við að karakterinir eru hér, aðalkarakterinir sem eru Dorothy, ljónið, fuglarhræðan og tinnmaðurinn og þá sjáum við hérna fullt nafn, hún heitir Dorothy Gale, hún er protagonist, hún er hetja sögunar og hún er leikin af Beth Ober og síðan kemur hérna karakterinn Dorothy og síðan er hérna lýsing á Dorothy, hún er frá litlu bæ í Kansas, hún er munaðarleysingi sem býr á bíli með frænku sinni M og frænda sinum Henry og síðan eftir hérna fellibil að þá sem sagt kemur hún í land Oz og svo framvegis og hérna koma senur sem hún er í, hérna koma mjög ítarlega lýsing á henni, sem sagt líkamlega lýsing á henni, hversu gömul hún er og stór og hvernig augnalit hún hefur, hvað einkennir hana, hún er einlæg, hún er trú og hún er dálítið barnaleg og hún er protagonist eða antagonist sem er andhetja, hún er besti vinur og svo framvegis. Við þurfum kannski ekki að hafa ofsalega mikla áhyggjur af þessu núna en ef þið verðið að gera handrit sem ætlaði að senda frá ykkur að þá er rosalega gott að hafa þessa lýsingu og það er líka rosalega gott fyrir maður sjálfan ef maður er að skrifa handrit til þess að átta sig á því hver persónan er sem maður er að fást við og þetta hjálpa manni mjög mikið að skipuleggja. Hér aftur á móti er storyboard, ég ætla að sleppa screenplay augnablikinu og hér er storyboard, það er sem sagt söguborð, maður getur teiknað þetta fríhendis eða teiknað þetta beint inn í tölvu og svo maður getur teiknað þetta í Photoshop eða hvað forriti sem er eða gert teikningar og skannað inn, það er hægt að gera þetta mörgu leyti og hérna sjáum við að hér er talað um hvernig skotin eru, þetta er mjög vítt skot, þar sem við sjáum mikið af umhverfinu og karakterina, síðan fyrir við aðeins nærð en þá eru komin í meðalskot og síðan eru komin í svona nærmynd nokkra og hérna sjáum við á korti hvar þau eru og
það er mjög nauðsynlegt að gera svona söguborð því að það hjálpa manni alveg ofboðslega mikið við að skipuleggja verkefnið og þegar maður fer í tökur. Þá manni finnst þetta leiðilegt og kannski einhverjum og finnst þetta vera sem sagt bara tímaþjófur, að þá er þetta alveg 100% að það spara mikið tíma þegar maður fer að taka upp myndina. Og síðan kemur hérna production schedule sem er mjög sniðugt. Það er til dæmis, segjum að við höfum eina viku til að vinna myndina, þá hvar við ætlum að taka upp á mánudeginum, við ætlum að taka upp í skólastofunni, á þriðjudeginum ætlum við að taka upp til dæmis í matvöruversluninni og miðvikudeginum ætlum við að taka upp í kirkjugarðinum og svo framvegis. Þannig að það er mjög gott að hafa þessa production schedule til þess að átta sig á því hvað maður ætlar að gera á hverjum degi til þess að standast tímarammann sem við höfum. Hér er Novel, þetta er í rauninni af því að þetta er byggt á skáldsögu eftir L. Frank Baum og síðan er þetta stage play adaptation, að þetta hefur einhvern tíma verið sett á svið. En við ætlum að fara núna í screenplay og aðeins að kíkja á það.